velkomin með okkur í Gettu betur spurningakeppni framhaldsskólana. Það komið að síðustu viðureigninni í 8 liða úrslitum og í kvöld mætast hér Fjölbrautaskóli Suðurlands og Flensborgarskólinn. Og hér erum við með frábært fólk í sal. Má ég aðeins heyri ykkur? Já, þetta líst okkur á. Það eru 3 frábæri skólar komnir í undanúrslið. Það er MR, það er VAF-A og það er FG. Og skýrist hér eftir svona rétt rúman klukkutíma eða svo hvort það verði Flensborg eða FSU sem að fylgir þessum 3 skólum áfram í undanúrslitin. Spurningahöfundur og dómarar, Jóhann Alfreð Kristinsson, Laufey Haraldsdóttir og Helga Margrét Höskuldsdóttir. Hvað segir þið gott? Mjög gott. Gott? Já. Mjög gott. Þannig að, já, kannski gaman að segja frá því að við megum nú fara að segja frá því hvað ætlum við að vera í úrslitunum. Já, eftir svona svolítið erfiða tíð út af ýmsu, COVID og fleiru, að þá ætlum við loksins að fara með úrslitin út úr húsi. Og þannig að, já, liðið sem sigrar hér í kvöld, það kemst einu skrefi nær. Já. Já, því að komast alla leið í Hljómahöllina í Reykjanesbæ, eða Keflavík. Það held ég nú. Það var að rútuferðir. Já. Það var bara stemning. Þetta líst okkur á. Við ætlum að semst ekki að vera hér í húsi, við ætlum að koma okkur út fyrir höfuðborgarsvæðið og í einhver svona stemningu. Já. Keflvíst fjör. Já. Hvað líst vel á það? Hvað segir þið hans, sko? Bara gott. Já. Höfum verið að fá, það er reyndar gott, sko, að svona diggir áhorfendur, láta stundum í sér heyra og og við höfum fengið svona ábendingur eitt og annað sem er bara ljúft og skýlt að koma á framfæri. Það er nú til dæmis þannig að það var ranghæmt hér í spurningum verkamannafélagi Dagsbrúnu að Sigurður Bessason hefði verið fyrsti formaður Eflingar. Það er ekki rétt. Halldór Björnsson sem var líka yfir Dagsbrúnu gegndi því embættið, þannig að þá var það komið á hreint og svo síðustu helgi þá víxlaðist eitthvað í handriti hjá okkur. Hvort koma undan Art Deco eða Art Nouveau. Það var vissulega Art Nouveau sem koma undan. En ekkert að þessu skipti nú reyndan einu máli hvað var það úrslit keppninnar eða neitt svoleiðis. En bara já, rétt skal vera rétt og gaman að heyra í fólkinu heima. Það er bara mjög gott mál. Það er gott mál. Þeir eru bara þess utan, bara hress og skemmtileg og góð á því. Gerum okkar besta, vera hress og skemmtileg. Takk fyrir að reyna allavega. Við ætlum að fara að spjalla við keppendur. Ég ætla að byrja á ykkur. FSU, hvað segið þið gott? Við segjum bara allt fínt, sko. Já, mjög gott. Þið eru bara stíliseruð og flott. Já, FSU er með svona lúðalega hefð að vera alltaf í stíl í sjónvarpinu og við svo sannarlega heldum þessari hefð. En er þetta lúðalega hefð? Er þetta ekki bara stemning? Ég meina, hvað segir þið? Mér finnst þetta bara geggjuð stemning. Já. Þetta er sjálf hannað meðlim í liðinu. Já. Býttu nú við, þú voru að koma meira. Já, ég gerði það nú bara. Hún kom með hönnunina og við Vorum bara svona, vorum að fundra síðan bara í skólanum og Gerði myndi fabla. Er þetta ekki Powerpuff Girls? Jú, einu þeir litir. takk fyrir að Ég minnast kann það. mitt Cartoon Network. Já, Fylgdist vel með Cartoon Network. já, við verðum nú eiginlega að minnast á það 86, sko. Þetta er eina árið sem FSU hefur unnið. Þannig að við erum með það vel merkt á okkur, 86. Ætlaði einmitt að spyrja ykkur hvort að þið hefðu eitthvað haft viður á því að þið hefðu verið fyrsta skólinn til að vinna. Jú, þið eru sannlega með þetta allt upp á 10. Já, eina stolt FSU, djók. En hvernig hefur gengið að undirbúa? Bara vel Þetta eru mjög góðar æfingar og bara, Hefur allt gengið vel, sko. já, harðar og góðar æfingar. Já, stífar og krefjandi og allt þetta. Já. fyrir eftir. Hefur þetta áhrif á svefn? Nei, því að svefn er það mikilvægasta í þessu, sko. Já. Alltaf. Þannig að eru þið bara búin að sofa frá því að þið komist úr... Bara, við erum eins og þyrnirós. Löðist í hýði. Já, akkurat. En hvernig var dagurinn í dag? Við bara byrjum rólega og Rólega. Slefum í skólan. Já, fengum mættum okkur í að fyrsta borða. tíman í skólan og Já, svo fórum fórum við við í hefðina og fengum okkur að kúmen. Já. Gekkja. hangað og fengum okkur ímislegt og já. Við öll 3 fengum okkur á Sparrow. Ekki spons, ekki spons. Já, ekki spons. Já. Síðan bara, fórum við í Efstaleiti og erum búin að chilla bara í einhverju stúdíu og bara hafa mjög gaman. Tókum öndunaræfingar og smá jóga og bara alvöru stund. Alvöru sen á keppnisdegi. Já. Mér líst vel á þetta. Þið megið kynna ykkur. Já, ég heiti Elín Karlsdóttir. Ég heiti Ásrún Aldís Sveinsdóttir. Og ég heiti Heimir Árni Erlendsson. Þetta var lið FSU en á mína vinstri hönd situr Flensborg. Hvað segir þið gott? Við segjum bara allt fínt, sko. Já, þið eru líka í litapalettu. Fóru bara svolítið svona dempari leið. Black on black on black bara. Algjörlega. Já, var það meðvitað?
Já, þetta eru FH-litirnir, Þetta eru blanda við rauðan. Já, einmitt. Já. Sniðug. Einmitt, já. Hvað er þið búin að vera að brasa síðan að við sáum síðast? Það er bara stífræðingar. Já. Já, bara búin að undirbóka fyrir þetta. Hefur svona setið meira fútt í æfingar því lengra sem þið komist eða er þetta alltaf eins? Svona skrúið eitthvað upp í þessu eða? Já, allavega seinustu vikuna. Já. Hún er mjög stífar æfingar. Já, ok. Maður er aldrei heima hjá sér. Nei, einmitt. Er það ekki líka bara svolítið lenskan almennt þegar maður er í mennskóla? Jú, reyndar. Við erum bara eitthvað að brasa. Í dag, hvað gerðu í dag? Við byrjum snemma og hittum þjálfarann. Fórum í golfhermi. Já. Hvert fóruð þið í golfhermi? Í íbúðinni á þjálfaranum okkar. Já. Þetta er ekkert sem maður getur bara droppað við. Nei. Nei, þetta er alveg lúksus, sko. Já, þetta er lúksus. Fínt, flott. Svo fórum við í IKEA. Já. Fengum okkur kjötbollur. Jú. Fleiri því. Já, svo fórum við líka í minigolf. Já. Svo við tókum smá svona þemu. Ok, en skemmtilegt. Hvernig eru þið í golfinu? Sæmileg. Ég persónulega vann, þannig að... Já, þú vant, Ég tapaði. Já, þetta er bara allt glæslegt hjá okkur, þið megið kynna ykkur. Ég heiti Óskar Dómsson. Ég heiti Þorsteinn Ómar Ágústsson. Og ég heiti Sigríður Sofía Jónasdóttir. Nú, keppnin er nú bara eins og alltaf, þetta er hefðbundi hjá okkur. Við byrjum í hraðaspurningunum, þær eru 90 sekúndur og fyrir hvert rétt svar fæst 1 stig. Svo fyrir við staðreyndavilluspurninguna, þar sem að liðin geta fengið 2 stig, það er að segja að benda á villuna og svo að leiðrétta hana rétt. Svo eru það 12 bjölluspurningar sem að býða okkar, þar er hægt að fá 2 stig fyrir hvert rétt svar. Svo eru það vísbendingarspurningarnar sem eru 2 og þær eru í 3 liðum. Fyrir rétt svar í fyrstu vísbendingu geta fengist 3 stig og svo 2 stig og svo 1. Og að lokum er það svo þríþrautin, þar sem að 3 stig eru í boði. En það er komið að því að kasta upp og það er FSU sem kemur lengra að. Ég held að séum öll sammála um það. Já. Má bjóða ykkur loðnu eða landvættir? Tökum loðnuna. Já. Það er landvættir, þannig að það er Flensborg sem ákveður. Við ætlum að vera. Flensborg ætlar að fá að vera og þá ætlar FSU að koma sér í var. En rétt á meðan það gerist, þá ætlum við aðeins að kynna sliði Flensborgarskólans betur. Það er rétt, við erum komin innan við Flensborgarskólan í Hafnarfirði. Hér er alltaf vetur. Það er gaman að sjá höllina hérna sem rís bak við mig. Við ætlum að kíkja á lið. Komið með mér. Ég heiti Sigríður Sofía Jónasdóttir og ég er bara að segja að mínir styrkleikar eru bara spurningarna sem ég get svarað rétt og veikleikar mínir eru æðafuglar. Ég heiti Þorsteinn Ómar Ágústsson, styrkleikar mínir eru íslensk landafræði og íþróttir og veikleikar mínir eru fuglar sem eru í útrýmingarhættu á austurhluta Madagaskar. Ég heiti Óskar Dómsson, styrkleikar mínir eru saga og stjórnmál og veikleikar mínir eru bara fuglar almennt, sko. Geturðu komið með The Joker eftirhermu? Ég kann engar eftirhermur, ég kann bara Herbert Guðmundsson, sko. Þá verður eiginlega að taka Herbert þá. Sæll Óskar minn, bara kær kveðið þín. Ertu búinn að heyra nýja lagið mitt með stjörnur? Það er inn á Spotify, tjekka á því. Ég gaf það betur, ég er smá stressað núna, sko. Ef þú fengir að taka 1 hlut með þér á eyðieyju, hvaða hlutur yrði fyrir valinu? Bátur. Árar. Klósettpappír. Hvort myndið þið frekar fá ykkur súkkulaðishake með sandi eða köku með majóneskremi? Köku með majóneskremi. Köku með majóneskremi. Jæja, við erum komið með hana Sigríði. Hún ætlar að fara að teikna núna. Hvernig það fara að teikna? Ég ætla að teikna Heimir. Herðu, Þorsteinn, hvernig það fara að teikna? Elínu. Ertu spenntur? Mjög. Stressaður? Mjög. Jæja, Óskar. Já. Þú ert að fara að teikna hvern? Ásrún, eða ekki? Jú, það er svoleiðis. Ertu spenntur? Mjög. Ertu búinn að borða í dag? Já. Hvað fyrstu þér að borða? Pabbi eldaði fyrir mig egg í morgun. Það er nú fallegt af honum. Herðu, tíminn er farin í gang. Let's go! Hver er líklegastur til þess að gera sig að fífli í almenningi?
Ég. Sigga. Eða Sigga. Alltaf Sigga. Já, ok. Já, Sigga. Hver er líklegastur af ykkur til þess að fara í fangelsi? Sigga. Sigga. Hver er líklegastur af ykkur til þess að vera rekinn úr skóla? Sigga. Hver er líklegastur til þess að dúksa? Þorsteinn. Þorsteinn. Ég er aðeins sko, málega. Mér er svo vandræðilegt eitthvað. Ég ætla að bæta nös hérna. Það er bara svo mikið hár. Já, tók eftir því. Sem er einhvers veginn að setja barkakíl á hann sko. Það er bara svona, ha? Svona Já. Tíminn er búinn. Ertu með eitthvað svona skilaboð til hennar Elínar? Bara fyrir gefið með þetta. Heldur að Ásrún sé ánægð með það? Ég vona það. Ertu með eitthvað svona loka skilaboð til hennar? Gangi ekki vel á föstudaginn. Ertu með eitthvað skilaboð til hans Hemma? bara, Eru þið með eitthvað svona loka skilaboð til FSU? Já. Selfoss er ekki til. Jæja, eru þið tilbúin í hraðaspurningar? Já. Þá byrjum við núna. Hvaða bandaríska strákasveit er væntanleg til landsins? Barnastjórnmál. Rétt, hver er stærsti kirtill mannslíkamans? Presi. Rátt, hver er formaður samtaka atvinnulífsins? Halldór Benjamin Þorgrímsson. Rétt, hvaða bókstafur er hægra megin við A á venjulegu lyklaborði? S. Rétt, í hvaða íþrótt hefur Svíinn Armand Duplantis stokkið hæst allra 6,21? Rátt, hvert er fornafn söngvarans Bon Jovi? Pass. Hvers konar hleðslu hafa rafeindir? Mínus. Rétt, hvað er Vatus höfuðborg? List. Pass. Hvaða lag hljómsveiturinnar Queen hefst á línunni Is this the real life, is this just fantasy? Bohemian Rhapsody. Rétt, hvar á Íslandi mældist jarðskjálfti af stærðinni 4,8 á þriðjudaginn var? Pass. Hver var fyrst kvenna til að verða forsætisráðherra á Íslandi? Auðröðs. Fyrirgefðu? Auðröðs. Ránt, hvaða dýr er í merki bílaframleiðandans Lamborghini? Hestur. Ránt, tegundur af hverju eru Blálandsdrottning, Helga og Gullauga? Pass. Í hvaða landi var fyrirtæki Nestle stofnað? Bandaríkjunum. Ránt, hvaða lið er Íslandsmeistari kvenna í körfubolta? Valur. Ránt, hvað er konungurinn Abdullah annar þjóðhöfðingi? Eþíópíu. Ránt, hvað kallast heiðin milli Dýrafjarðar og Önundarfjarðar? Héðinsfjörð. Ránt, á hvaða tungumáli er sungið í byrjun Disneymyndarinnar Konungur ljónanna? Suður-Afríku. Ránt, hvaða Danakonungur afhendi Íslendingum sína fyrstu stjórnarskrá? Kristján Híti. Rétt, hvert er íslenskt nafn grænmetisins zucchini? Eggaldin. Ránt, hvað heitir nýjasta plata Sam Smith sem kom út í janúar? Pass. Hvaða hluti handana skiptist í ból, brún og rót og hefur bönd og mána? Handbaki. Ránt, hver varð Bandaríkjaforseti á eftir Eisenhower? Pass. Hvaða félag hefur oftast orðið Íslandsmeistari karla í fótbolta? Káfur. Hvort? Káfur. Rétt, hvaða spænski rithöfundur skrifaði sögur Don Quixote? Cervantes. Rétt. Þetta var Flensborg. Og þá ætlum við að kynnast liðsmönnum FSU. Gjörðu svo vel. Jú, það er rétt. Við erum komin hingað á Selfoss, Fjölbrautaskóli Suðurlands. Höllin hér bak við mig. Það er alltaf sumar á Selfossi. Við ætlum að kíkja á liðið. Komum með mér. Ég heiti Elín Karlsdóttir. Styrkleikarnir mínir eru bara listir og raungreinar og veikleikarnir mínir eru íþróttir og íslensk landafræði. Ég heiti Ásrún Aldís Sveinsdóttir. Styrkleikarnir mínir eru íslensk landafræði, jarðfræði og síðan er ég bara smá wildcard. Veikleikarnir mínir eru 120% starffræði og erlendir þjóðhöfðingjar. Ég heiti Heimir Árni Erlendsson. Styrkleikarnir mínir eru íþróttir, Eurovision og Survivor líka, smá wildcard. Veikleikarnir mínir eru augljóslega kvikmyndir og bókmyndir. Ef þú verið handtekinn, fyrir hvað verið það? Ég veit ekki, landráð kannski eða... Hver er uppáhalds bíómyndin? Uppáhaldsbíómyndin mín er La La Land. Mín er The Shining. Og mín er Rocky 4. Heyrðu, Elín, við erum að fara að teikna hvern? Við erum að fara að teikna Óskar. Hann Þorsteinn. Hemmi, þú ert að fara að teikna Sigríði. tilbúin. Ætli það ekki. Heyrðu, FSU Flensborg, þú hefur 1 mínútu. Let's go! Ef þú fengir að taka 1 hlut með þér á eyðieyju, hvaða hlutur yrði fyrir valinu? Bara góð bók held ég, kannski Lord of the Rings eða eitthvað. Ég myndi taka með mig blakbolta, svona eins og í Castaway. Ég myndi taka amerískan fótbolta. Hver svarar hraðaspurningum hraðast? Ef það er eitthvað sem allir vita, hvað... Þá... Er það ekki Elín? Við erum öll frekar jafn. Við erum bara alltaf jafn, sko. Þið takið þetta kannski bara í kór. Já. Af hverju með hjartalínur þetta það?
Nei, þetta er hárið. Já. Hárið? Hvernig læt ég það? Ertu búin að fá þér pulsu í dag? Nei, ekki pulsu. Nei. Hvað ertu búin að fá þér í dag? Ég er bara með banan í töskunni eftir að borða. Þetta er smá eins og Momo, hana. Já. En þú veist, það er rós, sko. Eða, þú veist, hvern myndur fá til þess að syngja í jarðarförinni? Nei, ég ætla ekki að segja sjálfa mig, af því það, nei, ok, það er svolítið loophole. Bara Paul McCartney. Ég ætla að fara að segja Bítlarnir. Allavega ekki Helga Björns. Já, ég held að væri nú bara Öðlingarnir. Gallakórinn í Landeyjum. Hvað er uppáhaldslagið þitt? Uppáhaldslagið mitt er Don't Worry, Be Happy. Geturðu sungið það fyrir mig? Here's a little song I wrote. You might wanna sing it note for note, but don't worry. Be happy. Ok, við ætlum ekki að vera fresta. Heyrðu krakkar, eru þið með einhver svona loka skilaboð til Flensborg? Er ekki bara best að hendi eitt hafnfinningabrandara? Af hverju læðast hafnfirringar alltaf fram hjá apótekum? Til að vekja ekki svefnpillurnar. Já, það þarf að, já, ég bara ekkert mál, við förum í þetta á eftir. FSU, eru þið tilbúin að svara framspurningum? Já. Þá byrjum við núna. Hvaða bandaríska strákasveit er væntanleg til landsins í lok apríl? Rétt. Hver er stærsti kirtill mannslíkamans? Skjaldkirtill. Ránt. Hver er framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins? Halldór Þorbergsson. Rétt. Hvaða bókstafur er hægra megin við A á venjulegu lyklaborði? S. Rétt. Í hvaða íþrótt hefur Svíinn Armand Duplantis stokkið hesta? Rétt. Hvert er fornafn söngvarans Bon Jovi? John. Rétt. Hvers konar hleðslu hafa rafeindir? Jákvæða. Ránt. Hvar er Vatus höfuðborg? Liechtenstein. Rétt. Hvaða lag hljómsveitarinnar Queen hefst á línunni Is this the real life? Is this the... Bohemian Rhapsody. Rétt. Hvar á Íslandi mældist jarðskjálfti af stærðinni 4,8 á þriðjudaginn var? Dalvík. Ránt. Hver var fyrst kvenna til að vera forsætisráðherra á Íslandi? Vigdís Finnbogadóttir. Auður Auðs. Ránt. Hvaða dýr er í merki bílaframleiðandans Lamborghini? Pass. Tegundir af hverju eru Blálandsdrottningin, Helga og Gullauga? Kartöflum. Rétt. Í hvaða landi var fyrirtæki Nestlé stofnað? Fraklandi. Ránt. Hvaða lið er Íslandsmeistari kvenna í körfubolta? Valur. Ránt. Hvað er konungurinn Abdúllar annar þjóðhöfðingi? Ungata. Ránt. Hvað kallast heiðin milli Dýrafjarðar og Önundarfjarðar? Fjarðarheiði. Ránt. Á hvaða tungumáli er sungið í byrjun Disneymyndarinnar Konungur ljónanna? Swahili. Rétt. Hvaða Danakonungur afhendi Íslendingum sína fyrstu stjórnarskrá? Kristján X. Ránt. Hvert er íslenskt nafn grænmetisins zucchini? Kúrbítur. Rétt. Hvað heitir nýjasta plata Sam Smith sem kom út í janúar? Unholy. Ránt. Hvaða hluti handana skiptist í ból, brún og rót og hefur bönd og mána? Bara úlöðurinn. Ránt. Hver var Bandaríkjaforseti eftir Eisenhower? Truman. Ránt. Hvaða félag hefur oftast orðið Íslandsmeistari karla í fótbolta? KR. Rétt. Já. Það var bæði lið. Bæði lið búin að ljúka sér af í hraðapakkanum og Jóhann og Laufey. Já, herðið við sem farið yfir þetta. Það eru Backstreet Boys sem eru væntanlegir til landsins í lok apríl og það fögnuðu margir. Stærsti kirtill mannslíkamans er lifrin. Halldór Benjamín Þorbergsson er framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins. Það er S-ið sem er hægra megin við A á venjulegu lyklaborði. Armand Duplantis hefur stokkið hæstaldra í stangastökki. Bon Jovi heitir John að fornafni. Rafeindir hafa neikvæða hleðslu. Vatus er höfuðborg Liechtenstein. Það er Bohemian Rhapsody sem hefst á línunni Is this the real life? Is this just fantasy? Jarðskjálftinn af stærðinni 4,8. Hann var í Bárðarbungu. Það er Jóhanna Sigurðardóttir sem var fyrst kvenna til að vera forsætisráðherra á Íslandi. Það er naut sem er það dýr sem er í merki Lamborghini. Blálandsdrottningin Helga og Gullauga, þetta eru allt kartöflutegundir. Fyrirtækið Nessul var stofnað í Sviss. Það eru Njarðvík sem eru Íslandsmeistarar kvenna í körfubolta. Abdúllah Annar er þjóðhöfðingi Jórdaníu. Það er Gemlufallsheiði sem er heiðin á milli Dýrafjarðar og Önundarfjarðar. Það er sungið á Swahili í byrjun Disneymyndarinnar Konungur ljónanna. Kristján IX afhenti Íslendingum sína fyrstu stjórnarskrá.
Íslenskt nafn grænmetisins zucchini kúrbítur, nýjasta plata Sam Smith heitir Gloria. Það eru neglurnar sem skiptast í ból, brún og rót og hafa bönd og mána. Kennedy var Bandaríkjaforseti eftir Eisenhower og það eru vissulega káringar sem hafa oftast orðið Íslandsmeistarar karla í fótbolta. Og svo Cervantes, já, sem skrifaði söguna Don Quixote. Akkúrat. Hvernig standa þá stig? Heyrðu, stigin standa þannig að Flensborg með 8 stig og Fjölbrautaskóli Suðurlands með 11. Glæsilegt. Og ætlum við ekki að leiðrétta okkur hér, Já, það var það var rangt þarna í fyrri hraðbakkurum að Halldór Benni væri formaður Samtaka atvinnulífsins, hann framkvæmdastjóri. Þetta kom ekki svo upp, bæði liðin voru með þetta, þannig já, aftur, rétt skal vera rétt. Látið mig alltaf líta illa út. Já, við erum alltaf að láta þið lesa einhverja vitleysu. Þú ert náttúrulega bara eins og Ron Burgundy. Ég bara, þú veist, rétti mér eitthvað handrit og svo bara þarf ég að sitja í súpunni og þetta bara alltaf. Það eru við sem eru vitleysingarnir, ekki þú. Nei, ég er að grínast ykkur. Varst að vísi mig með Backstreet Boys áðan? Já, bara teymið yfir höfuð, það var bara mikið gleði. Já, bara gríðarleg gírun. Ef við getum fengið að hitta á, ef einhver er að horfa, bara, ég er ógeðslega til í það. Geðveikt til í það. Herru, 11:08, við erum að fara í staðreyndavillu spurninguna. Ég ætla að bera upp spurninguna, það eru 2 stig í boði. Fyrir að benda villuna fá þau 1 stig og annað stig fyrir að leiðrétta hana rétt og liðin skrifa svörin niður á blað. Svo fyrir við auglýsingar og förum svo yfir rétt svar hér handan auglýsinga. En við ætlum að byrja á því að fá að sjá mynd. Hér sjáum við lista yfir 6 næstu fánadaga á Íslandi en á listanum er 1 villa. Hvaða fánadagur á ekki að vera þarna og hvaða fánadagur á að vera þar í staðinn. Og meðan liðin svara þessu, þá ætlum við að stökkva í smá auglýsingar, komum hér að vörmuspori. Heill íslensku bónuskjúklingur 899 kr. kílóið bónus. Nivea Derma Skin Clear vinnur með húðinni við að laga ójöfnur. Skin Clear Complex formúlan örvar og styður við náttúrulegt endurnýjunarferli húðarinnar. Sjáanlega betri húð á 7 dögum. Prófaðu nýja Derma Skin Clear Night Exfoliator. Hjá Bauhaus finnur meir en 250 gerðir af parketti, bæði harðparketti og vínilparketti á lager. Hjá okkur finnur einnig þá aukahluti sem þarf í verkið. Komdu við hjá okkur og nældu þér í 25% afslátt af öllu parketti. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins. Sjöki? Hún er dauð. Okay. No problem. Backstreet Boys á Íslandi. Föstudaginn 28. apríl í nýju höllinni. Miðasala hefst á fimmtudaginn. Sena. Stundum þarf bara einn mann með hugsjón til að breyta öllu. Þess vegna stendur Sven hér í dag og boðar byltingu. Vefverslun Svens. Bara örfáir smellir og þú átt von á sendingu. Framtíðin er núna. Svens.is. Alltaf samkvæmt, alltaf bra. Gefðu góðum vinum dásamlegt kósí kvöld. Nú er líka hægt að senda óskarskrínið rafrænt beint í símann. Óskarskrín, gefðu upplifun sem gleður. Söngvakeppnin 2023. Náðu í RÚV stjörnur appið og veldu þína uppáhaldsflytjendur í söngvakeppninni í ár. Þú getur líka valið uppáhalds íslenska Eurovision-lagið og besta lag Liverpool. RÚV stjörnur. Allt söngvakeppnina. Þeirri auglýsingar voru liðin að svara staðreyndavillu spurningun okkar og þau eru búin að skila sér svörum til ykkar.
Jólfey? Þau eru búin að því. Rétt svar er sem sagt það að það var fæðingardagur forsetans sem átti ekki að vera heldur er það sumardagurinn fyrsti sem á að vera þarna, 20. apríl. Guðni forseti á afmæli 27. júní og... Já, og bæði liðin voru voru með önnur skot á þetta. Það var verið að giska á baráttu að verkalýðsins ætti að fara einn út og sjómannadagurinn, hvort rétt og ekki kom sumardagurinn fyrsti inn. Þannig að við bara höldum ótröð áfram, því að þetta kom ekki. Þetta kom ekki og við förum þá í bjöllu spurningarnar eins og sagði hér í upphafi þáttar þau eru það 12 talsins og hér kemur svo fyrsta. Dóminókubbar eru skemmtilegt og fjölhæft leikfang. Sumir þeirra eru framleiddir í þeim tilgangi að raða þeim upp og láta það hrinda hver öðrum svo úrverður magnað sjónarspil. Þessir kubbar eru gjarnan í ýmsum litum og gerðir úr plasti. Vinsældir þess að láta kubbana falla jukust mjög upp úr miðjum 8. áratug síðustu aldar, þökk sé Bandaríkjamanninum Bob Specka sem sérst hér sína Johnny Carson listir sínar í þættinum The Tonight Show. Síðan þá hafa dóminó áhugamenn kepst við að byggja flóknar brautir og setja ýmis heimsmet í þessari viðkvæmu list. En upphaflegur tilgangur dóminókubba var alls ekki að raða þeim svona standandi upp á rönd, heldur eru þeir notaðir í ýmis spil þar sem þeim er raðað útafliggjandi. Dóminókubbar eiga rætur að rekja til Kína og eru fyrstu heimildir þá frá því 1232. Kínverskir dóminókubbar eru þó örlítið frábrugðnir evrópskum en það eru evrópsku dóminókubbarnir sem við ætlum að skoða nánar. Í grunn dóminósetti eru engir 2 kubbar eins. Hverjum kubb er skipt í tvennt, oft með striki yfir hann miðjan. Hvorum endanum er mismunandi eða sami fjöldi punkta frá 0 upp í 6. Í settinu eru því 168 punktar í heildina. Mest geta verið 12 punktar á einum kubbi og minnst engin punktur. Til eru sett með fleiri kubbum til að hægt sé að spila með fleiri en 4 spilurum. En við viljum vita hvað eru margir kubbar í grunn dóminósetti og það er Flensborg. Nú þarf að koma svar. Bara 64. Það er ekki rétt svar. Og þá er það FSU. Hvað sagði þau? Við ætlum bara að giska á... Er það ekki bara 36? 36. Það er ekki heldur rétt. Þetta eru 28 kubbar. Þarna var hægt að fara einhvers... Já, það hefði verið hægt að reikna þetta út, sko, með þessar upplýsingar. Enginn þeirra er eins og lægsti með enga punkta og hæsti með 12. En eins og þið sjáið, þannig eru þeir 28. Já. Smá reikningsdæmi. Gaman? Já, segir þú. Nei, mér finnst ekki gaman að reikna. Nei, ekki veldur. 28 kubbar voru þetta, kom ekki, við förum í aðra bjöldspurningu. Nokkuð hefur verið fjallað landris við Öskju í fréttum upp á síðkastið. Landið hefur risið hálfan metra frá því að hreyfingar hófust þar síðsumars 2021. Margir telja að gos sé á næsta leiti þó ekkert bendi endilega til þess að það gerist alveg á næstunni. Það ætti ekki að koma neinum á óvart þótt atburðirnir enduðu með gosi, enda hefur Askja verið ein virkasta eldstöð landsins síðustu 100 ár. Alls hefur gosið 8 sinnum á þessum 100 árum, þar af 7 sinnum á 3. áratug síðustu aldar. Ekkert þessara gosa var þó í líkingu við Öskjugosið 1875 sem var stórt sprengigos sem stóð stutt yfir en dreifði mikilli ösku yfir nálæg svæði. Askja er staðsett á norður-gosbeltinu svo kallaða, sem er eitt 8 gosbelta á Íslandi. Þetta belti var það langvirkasta á landinu áratugaskeið á síðustu öld og því ættu hræringar þar ekki að koma óvart. Askja liggur á beltinu sunnanverðu en á norðanverðu beltinu voru líka eldhræringar á síðustu öld. Allar tengdar sömu eldstöðinni sem er megin eldstöði og það er Flensborg. Við viljum segja Laga hér, bara ekki. Og stort kostar 1600 eitthvað það ekki sem að olli móðurhandlunum. 1783 einmitt. Þetta er ekki rétt. Ég held áfram að lesa. Megin eldstöði grennd við Mývatn. Það er líka háhitasvæði með leirhverum og gufukverum, til dæmis í Námaskarði við Námafjall. Alls gaus 9 sinnum í þessari eldstöð í hrinu eldgosa á árunum 1975 til 84. Hraunið sem kom upp í þessum gosum nefnist Leirhnjúkshraun og þekur 33 ferkílómetra. Eldarnir settu strik í reikningin í framkvæmdum við jarðhitavirkjunar sem unnið var á sama tíma. En við spyrjum hvað nefnist þessi eldstöð sem var svo virkasta á síðustu öld í fjölda eldgosatali. Og það er FSU.
Ég ætla bara að skjóta á þetta að segja barðabunga. Það er ekki heldur rétt. Þetta er krabla sem að þarna var spurt um. Já. Já, Jóhann, viltu eitthvað bæta við kröfluna? Í sjálfu sér ekki, sko. En það tókst allavega að koma þessari virkun á koppinn. Já. Og þetta hafi sett smá strik í reikninginn. Jú. Raun fór á flæðið þarna Já, en við höldum áfram og förum í þriðju bjölluspurningu og við spyrjum orð. Það kemur fyrir í orðatiltæki sem merkir að vera í erfiðri stöðu, aðþrengd eða í vanda stödd. Í íslenskri orðabók á orðið líka við rof eða glugga í skýjaþykni. Orðið getur tekið nokkur forskeyti, til dæmis álfa og brunn, þá á það við náttúrulegt fyrirbæri sem getur myndast í höfum, ám og vötnum þegar frýs. Vín- og bjórgerðin og Natúra vinnur drykki úr villtu íslensku hráefni, svo sem jurtum og berjum. Meðal þess sem komið hefur á markað frá fyrirtækinu er Basil Gimlet kokteill og nafnið á honum er einmitt orðið sem við spyrjum um. Músíktilraunir hafa verið stökkpallur fyrir fjölmargar hljómsveitir í gegnum tíð og það er Flensborg. Þetta er orðið vök. Þetta er orðið vök. Var það músíktilraunir sem komið á endanum á lagið eða? Já, ekki. Af. Já, þarna var það. Algjörlega, við áttum eftir að fara hérna í auðvitað hljómsveitina Vök og svo Vök á Austurlandi sem að... Já, náttúruböðin. Þetta kom hjá Flensborg og við höldum áfram og förum í fjórðu bjötuspurningu. Spurt er plöntu. Latneskt heiti hennar er Pinguicula vulgaris. Plantan er algeng hér á landi og finnst í votlendi og lyngmóum allt land. Þetta er fjölær jurt með slímug gulgræn blöð sem liggja við jörðina og upp frá þeim stendur alltaf 15 cm stilkur sem ber trektlaga blátt blóm með spora. Plantan er ein af 3 ránplöntum sem vaxa á Íslandi. Hinar eru blöðrujurt og sóldögg. Jarðlæg blöð plöntunar seyta klístri sem plantan notar til að veiða sér lítil skordýr til matar. Plantan er stundum kölluð hleypigras enda er í henni ensím sem hleypir mjólk og var hún áður fyrir notuð til skyrgerðar. Í plöntunni eru mörg virk efni og hefur hún mikið verið notuð í grasalækningar, meðal annars til að búa til sárasmyrsl. Hvað heitir þessi fallega skordýraæta og það er Flensborg? Bara gleymir ei. Það er ekki rétt svar. Skordýraæta og lækningajurt. Og það er það FSU. Riddararsproti. Það er ekki heldur rétt svar. Hér var verið að spyrja lyfjagras. Lyfjagrasið? Lyfjagras, hleypigras, lækningajurtin sú. Já. Ekki kom það. Og við förum í 5. bjötuspurningu. Útsláttarkeppni Europa League eða Evrópudeildarinnar í knattspyrnu hófst fyrir skömmu með fyrstu umferð í útsláttarkeppni deildarinnar. Stærstu viðuraukinnar voru án efa leikir Barcelona og Manchester United þar sem Manchester liðið sló liðið Barcelona út í afar spennandi einvígi eftir sigur United á heimavelli í gær 2-1 og þá samanlagt 4-3. Evrópudeildin hefur verið í núverandi mynd frá 2009. Þá var Evrópukeppni bikarhafa lögð niður og þessi keppni stækkuð. Evrópudeildin stendur á gömlum merg, Evrópukeppni félagsliða sem sett var á fót 1971. Á þessum 52 árum hafa lið frá 10 þjóðum unnið keppnina. Breska liðið Tottenham Hotspur vann fyrstu keppnina voru 1972 og þýska liðið Eintracht Frankfurt er ríkjandi meistari. Sigursælasta lið keppninar er hins vegar og það er Flensborg. Það er liðið Sevilla frá Spáni. Frá Spáni, La Liga á Spáni, Sevilla vann síðast 2002. 2001. Var ekki Frankfurt 2002? Jú. Sevilla er bara rétt svar. Þarna áttum við eftir að fara í... Já, þetta er að sjá mynda af honum Unai Emery sem að þjálfa núna Aston Villa og var með Sevilla þegar liðið vann 3 ár í röð 2014-16. Allir þessir 6 titlar koma á þessar öld. Já. Svona vel að sé vikið. Komist einmitt áfram í gær. Þannig að hver veit hvað gerist í ár. Við förum í 7. bjölluspurningu. Það gengur á ýmsu í pólitíkinni
ekki bara hér heima, heldur líka í hinum engilsaxneska heimi. Þessi kona hér sagði af sér embætti forsætisráðherra upp úr miðjum janúar. Hún vakti heimsathygli fyrir viðbrögð sín við COVID-faraldrinum en hún hefur farið fyrir þjóð sinni sem er með 5 milljónir íbúa og það er FSU. Er þetta ekki bara Nýja-Sjáland? Nýja-Sjálandi, hún heitir Ardern. Nicola Sturgeon sagði af sér sem er að koma í staðinn fyrir hann heitir og Sturgeon frá Skotlandi. Höfuðborg Nýja-Sjálands Wellington. Höfuðborg Skotlands Edinborg. Ykkur núna, þetta er rétt. Það var náttúrulega eiginlega ekki Ásrún heldur Heimir sem að náði þessu því að við vorum vissulega líka að spyrja Nicola Sturgeon. Akkurat. Þannig að það kom. Þarna eru þær. Jacinda Ardern og Nicola Sturgeon. Og Skotland og Nýja-Sjáland. Já, og hvernig standast í hjá okkur núna? Þetta er bara æsispennandi. Með þessu tók FSU fórustu, leiði með 1 stigi, 13 stigi gegn 12. Það held ég nú, við ætlum að fara í fyrra skemmtiatriði kvöldsins og það er frá FSU. Það lag heitir einmitt FSU, að mér skilst. Þetta eru þar Emilía Hugrún og Sigríður Fjóla sem eru með frumsamið lag og þess má geta Emilía Hugrún vann einmitt söngkeppni framhaldsskólann á síðasta ári. Gjörðu svo vel. Alvöru skólasöngur hjá FSU. Þetta verður sungið framleiði sér alltaf við Gettu betur, held ég, er það ekki? Svona langt hvatningarlag. En geggjað, alveg frábært. Við ætlum að fara í 7. bjölluspurningu og hér er spurt efni. Efnið var fyrst framleitt í Frakklandi fyrir meira en 200 árum. Handgerðar útgáfur af því voru líklega til á 18. öld, en árið 1809 var fundin upp vél sem gat búið það til. Upphaflega var efnið mjög dýrt en í dag er það framleitt úr ódýrari hráefnum. Efnið er eldfimt og notkun þess olli þó nokkuð og það er Flensborg. Er þetta nælon? Það er ekki rétt. Ég held áfram að lesa. Og olli þó nokkrum slysum á 19. öld en eftir því sem rafmagnskynding og lýsingur eða algengari urðu slysin færri. Fyrsta auglýsingin sem minnist á efnið í Íslensku dagblaði birtist í Morgunblaðinu árið 1923. Efnið náði miklum vinsældum eftir 1940 og er oft nefnt í sömu andrá og Taft, Pífur og Damask.
Efnið mætti flokka sem 6-hindan Moskva, þótt það sé vissulega mun fíngerðara en til dæmis vírgirðingar sem eru líka oft 6-hindir Moskvar. Efnið er nefnt eftir bæ í Frakklandi sem á 19. öld var þekktur fyrir framleiðslu á blúndu, siffoni og fleiri silkiefnum. Textílefnið sem við spyrjum er búið til úr þráðum, úr silki, bómull eða gerviefnum, til dæmis nælon eða póliester. Þessir hárfínu þræðir eru ofnir saman í net og úrverður mjög létt efni sem auðvelt að stífa. Brúðir eru oft í flíkum sem nota þetta efni þegar þær gifta sig. Það var vinsælt eftir að Viktoría Englandsdrottning klæddist kjól úr efninu í brúðkaupi sínu 1840. Efnið oft notað í bæði slör og undirpils en flestir tengja það eflaust við ballerínur sem klæðast gjarnan tútúpilsum úr mikið stífaðri útgáfu af efninu. Hvert er efnið? Og það er FSU. Ég ætlum bara að segja þetta sé siffon. Það er ekki rétt, en það var siffon nefnt í spurningunni. Þetta er tjöll. Þetta er tjöll eða tull. Tull, bærinn í Frakklandi. Hér sjáum við ballerínu í tjöllpilsi. Sem að áður en að rafmagnið varð algengt. Hún hefði aldeilis getað kveikt í þessu pilsi. Já, ef fólk var að brasast með kerti á sviði og svona. Það var nú alveg hægt að kveiki í sér hratt og örugglega. Þetta kom ekki og við förum í 8. bjöllu spurningu. Ástralskir fjárhundar eru miðlungsstórir, sprettharðir, tryggir, orkumiklir og duglegir hundar. Tegundin var ræktuð í Ástralíu til að smala nautgripum langar vegalengdir erfitt landslag. Þegar fólk leiðir hugan að Ástralíu hugsar það ekki endilega hunda, heldur kannski frekar sápuóperur eins og Neighbours eða úlingadramaþætti eins og Heartbreak High. Samkvæmt gagnagrunninum IMDb vinsælasta sjónvarpsserían sem framleitir í Ástralíu þættir sem hófu göngu sína 2018 og segja frá Healer-fjölskyldunni. Höfundur þáttanna er þessi maður, Joe Brumm, sem byggir þá á eigin reynslu af foreldrahlutverkinu. Brumm segist hafa byrjað að þróa þættina vegna þess að hann vildi að það væri til þættir eins og Gurra grís með áströlsku yfirbræði. RÚV hóf að sýna þættina árið 2021 og það er Flensborg. Er þetta hundinn Blæ? Hann er ástralskur hundur. Hvað heitir það? Blær held ég bara. Og já, Þetta er ekki rétt. Við höldum áfram að lesa. RÚV hóf að sýna þættina árið 2021 og þar heitir fjölskyldan Hælbein að eftirnafni. Í þáttunum lenda titilpersóna þáttanna og Bára litlasystrinnar í ýmsum ævintýrum, oft með foreldrum sínum, Badda og Sillu, eða vinum sínum sem heita til dæmis Dúlla, Náta, Makki, Lappi og Lukka. Þættirnir Hælbeins fjölskylduna eru teiknaðir og útlit þeirra byggt á áströlskum fjárhundum, en hvað heita þættirnir? Það er FSU. Hæ Snati. Það er ekki rétt svar. Flensborg var vissulega á hárréttum slóðum en Blær er ekki rétt svar, heldur Blæja eða Bluey. Já, það er Já, svona er þetta. Svona er þetta stundum. Já. Þannig að sjáum við það er systur Báru og Blæju. Já. Badda pappa þeirra. Þannig að sjáum við náttúrulega augljóslega vel að þetta eru ástralskir fjárhundar. Já. Akkurat. Æðislegt. Förum í 9. bjölluspurningu. Íslensku bókmenntaverðlaunin voru afhent á Bessastöðum í lok janúar. Arndís Þórarinsdóttir hlaut þar verðlaun í flokki barnabókmennta fyrir verkið Kollhnís. Þetta er í annað sinn sem Arndís hlýtur verðlaunin. Hún fékk þau einnig í sama flokki ásamt Huldu Sigrúnu Bjarnadóttur árið 2020 fyrir bókina Blokkin á heimsenda. Arndís er það með komin í fámennan hóp höfunda sem hreft hafa verðlaun oftar en einu sinni. Guðjón Friðriksson, sagnfræðingur og Silja Aðalsteinsdóttir, bókmenntafræðingur, hafa tvisvar fengið verðlaunin í flokki fræðirita og það hefur Guðbergur Bergsson einnig gert í flokki skáldverka. Enginn hefur hins vegar fengið verðlaunin oftar í flokki skáldverka en Hallgrímur Helgason, alls þrisvar fyrir skáldsögurnar Höfundur Íslands, 60 kíló af sólskini og framhald hennar 60 kíló af kjaftsökum. En þá er ónefndur einn höfundur sem unnið hefur verðlaunin þrisvar sinnum, sá hefur unnið það afrek að hafa hlotið bókmenntaverðlaunin í öllum flokkunum þremur, flokki skáldverka, fyrir fræðirit og í flokki barnabóka, einu sinni í hverjum og það er FSU. Ef ekki bara segja þetta sé Ævar Þór Benediktsson. Já, Ævar Þór Benediktsson. Það er ekki rétt svar. Við viljum bara vita hvaða rithöfundur er þetta. Það er Flensborg. Segjum bara Yrsa Sigurðardóttir. Það er ekki heldur rétt. Þetta er hann Andri Snær Magnason
sem að, já, þarna sjáum við Andra Snæ. Kjöt. Já, hann fekk þetta fyrir söguna Bláa hnettinum sem skáldverk og svo Draumalandið, fræðirit 2006 og svo Tímakistuna 2013 sem barnabók. Já. Sagan af Bláa hnettinum að vísu barnabók líka en þá var ekki verið að veita. Nei, það var ekki byrjað að veita. Flokkurinn var ekki til, það var ekki búið að finna upp barnabækur. Þetta kom ekki, við höldum áfram og það 10. bjölluspurning. Jeffrey Hyman, Douglas Colvin, John Cummings og Thomas Erdely stofnuðu hljómsveit árið 1974. Sagan segir að nafn hljómsveitarinnar hafi þeir valið eftir að einn úr sveitinni tók sér nýtt nafn. Hann valdi sér eftir nafnið sem Beatlesinn Paul McCartney notaði snemma á ferlinum þegar Beatlarnir hétu The Silver Beatles. Nafnið valdi Paul vegna þess að honum fannst að hljóma eins og kynþokkafullt franskt eftirnafn. Allir meðlimir hljómsveitarinnar völdu sér ný nöfn og kölluðu sér Joey, Didi, Johnny og Tommy. Þetta The Ramones. Já, ertu með einhverju plötu? Þetta rétt svar. Já. Er þetta þessi djúpa Paul McCartney vitneskja? Nei, ég kannast við nöfnin. Ég átti einu svona hatt og það stóð alltaf. Já. Ég sem myndi að fá að sjá sko Við getum fengið að sjá kannski logoið. Þetta er sennilega með því. Nöfnin er á því. Einmitt. Já. Þarna? Var það, nei. Þarna er logoið? Já, þarna er logoið. Svo voru þeir hérna að flytja Blitzkrieg Bop. Akkurat. Sem vissulega er Bop. Hey ho, let's go! Þetta er hljómsveitin Ramones. Aldrei dæmi, ég mæli með. Já, þetta er stemningsband, sko. Fyrsta punk-hljómsveitin, segja sömur. Já. Þetta kom hjá FSU og við förum í 11. bjölluspurningu. Þessi bær hér er sá 7. fjölmennasti á Grænlandi með 2500 íbúa. Bærinn er á samnefndri eyju við vesturströnd Grænlands, ekki langt frá Nuuk og heitir Maniitsoq. Á dönsku kallast hann öðru nafni sem er heitið á fleiri stöðum í heiminum. Til að mynda þessu fjalli hér í Álasundi í Noregi, en heitið er algengast á hverskins fjöllum og hæðum. Þannig eru fjöll með þessu heiti til dæmis að finna í Úrúgvæ, Sierra Leone, á Filippseyjum og þá eru fjölmargir staðir með þessu heiti í Bandaríkjunum, til að mynda við Mississippi ánægi við Nona í Minnesota. Ísland er ekki undanskilið, heitið notuðu danskir sjómenn þetta fjall hér. Kirkjufell við Grundarfjörð á Snæfellsnesi, sennilega eitt þekktasta fjall landsins. Dönsku sjómennunum fannst fjallið og það er Flensborg. Sigurtoppur. Eitthvað Þarna, nei, ég veit ekki. Þetta er ekki rétt svar, ég ætla að halda áfram að lesa. Dönsku sjómennunum fannst fjallið réttilega líkjast keilulega forminu sem sykur var framleiddur og seldur í þar til seint á 19. öld þegar strásykur og sykurmólar urðu ríkjandi á markaði. Þekktasta fjallið sem ber þetta nafn Sigurtoppsins er eitt af kennileitum borgar sem stendur við Guanabaraflóa. Fjallið sem heitir á tungumáli heimafólks Pau de Asugar er 396 metrar og hægt að ferðast upp á topp með kláfi. Þegar á tindinu komið blasir við stórkostlegt útsýni yfir borgina, meðal þess sem hægt að bera augum er hitt þekkta fjallið sem gnæfir yfir borgina, Corcovado fjall, þar sem 38 metra háa styttu er að finna, en hver er borgin? Og það er FSU. Þetta bara Rio de Janeiro. Já, það ekki. Það er rétt svar. Sannarlega Sigurtoppar sem að þessi fjöll öll eru. Þetta er glæsilegt. Í Rio de Janeiro. En þá er það 12. bjölluspurning og við spyrjum nafn. Nafni er alls ekkert algengt á Íslandi, enda ekki íslenskt, þó úrskurðaði mannanafnanefnd árið 2017 að það hefði áunnið sér hefði í íslensku máli, þótt ekki tækið að hefðbundinni beygingu eftir íslenskum reglum. 3 Íslendingar bera nafnið í dag sem fyrsta eiginnafn. Það er upprunnið í Rómarveldi og hefur skírskotun til latneska orðsins sem á íslensku merkir lifandi. Frá Rómarveldi breyttist nafnið út og varð vinsælt í hinum frönskumælandi og engilsaxneska heimi. Framan af var það oftar gefið körlum en konum.
Þessi dýrlingur frá 5. öld sem var biskup í borginni Sant í Frakklandi bar það til dæmis, en nafnið gefið bæði körlum og konum þótt að sé í dag töluvert algengara sem kvenmannsnafn og það er til nokkur afbrigði af því. Þessi breska leikkona hér bar nafnið sem við spyrjum hún fekk 2 Óskarsverðlaun á ferlinum, meðal annars fyrir hlutverk Scarlett O'Hara í myndinni Gone with the Wind og sem Blanche Dubois í kvikmyndagerð Sporvaxins Grindar. Þessi kona hér líka bresk og nýlega fallin frá og það FSU. Vivian. Vivian Westwood. Vivian Ólafsdóttir líka leikkona sem að leika í Napoleonskjöli núna. Já. Já, þessi Vivian Westwood. Óskar Axelsson leikstjóri. Já, Óskar Axelsson leikir, já. Hún nýlátin. Já, og hún leik líka í leynileikunni hún Vivian Westwood. Þetta Vivian, þetta bara... Þetta Vivian. Ætlum við kannski að fá að sjá myndina með svarinu, því að með öllum Vivianunum. Með öllum Vivianunum. Sant Vivanus. Það karlkyns... Já, Vivos merkir að lifa á latinu. Svo erum við með hana Vivian og Pretty Woman og Vivian Ólafsdóttir vissulega sem átti eftir að koma á skjáinn. Með besta mál, þetta kom. Þá ætlum við að fara í seinna skemmtiatriði kvöldsins og við ætlum að sjá skemmtiatriði frá Flensborg. Þar eru þær Áróra Eyberg sem spilar á píanó og Unnur Elín sem syngur Ef ástin hrein. Gjörið svo vel. Falsar ekki kærleikann, hann endurspeglar sannleikann. Hið sanna sést í augunum, þú hörfa ef í huganum. Ef leynist fræ af efasemd og burðast þú með sektarkennd, svo tölum bæði af hreinskilni. Við lesum ekki hugsanir, en ef ástin hrein, ratar hamingjan heim, birtir til yfir okkur tveim. Já, ef ástin hrein, þá aldrei of seint, því að hjartað vísar leið. Það stjórnar enginn stefinu sem bergmálar í brjóstinu. Það efast allir einhvern dag, við vitum bæði allt það. Svo lofir þú að hlusta á mig, augliti til auglitis, þá finnum við í frið og ró saman okkar eigin hljóm. En ef ástin hrein, ratar hamingjan heim, birtir til yfir okkur tveim. Já, ef ástin hrein, þá aldrei of seint, því að hjartað vísar leið. En ef ástin hrein, ratar hamingjan heim, birtir til yfir okkur tveim. En ef ástin hrein, þá aldrei of seint, því að hjartað vísar leið. Því að hjartað vísar leið. Stórglæsilegt. Frábært lag. Og glæsilegt hjá Flensborg, en það komið að vísbendingaspurningunum. Þær eru 2 talsins
og fyrir rétt svar í fyrstu vísbendingu fást 3 stig, svo 2, svo 1 og við ætlum að fara í fyrstu vísbendingu í fyrri vísbendingaspurningunni og við spyrjum borg. Saga borgarinnar er áhugaverð en talið að stofnun hennar megi rekja til ársins 1796 þegar landnemar viltust á leið sinni frá Maryland og ákvaða að koma á fót búsvæði. Við uppbygginguna kom upp ágreiningur meðal landnemanna og hluti þeirra ákvaða að segja skilið við hópinn. Andófsmennirnir hófu svo uppbyggingu á sínu eigin búsvæði, ekki langt frá borginni, borgirnar 2 urðu síðar meir nokkurs konar tvíburaborgir. Nafn borgarinnar sem við spyrjum er að finna á öðrum borgum þeirra fjölmennastar eru þessi hér, sem stundum kölluð drottningarborgin við Ósarkhásléttuna og þessi hér, sem stendur við Austurbakka Connecticut árinnar. Borgin sem við spyrjum náði sögulegum hátindi sínum miðja 20. öldina en þá hýsti hún fyrstu Aquacar-verksmiðjuna í heiminum. Verksmiðjunni fylgdu talsverð auðæfi og vinsældir en þær voru þó skammlífar og borgin hefur í seinni tíð verið nefnd ein af verstu borgum Bandaríkjanna. En hver og það FSU? Ég var að segja þetta sé hérna... En þetta? Nei, ég hugsa hérna Armpit of America sem hérna... Er það New Jersey? Nei, þetta í New York fylki. Hérna, segjum Pittsburgh. Já. Nei. Þetta ekki rétt. Það Flensborg. Þetta sé Atlanta. Ekki heldur. Við höldum áfram. Við erum enn að spyrja borg og nú sjáum við smá myndband. There was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking. Þessi söngkona fæddist í London árið 1939 og var ein vinsælasta breska söngkona 7. áratugurins beggja vegna Atlantshafsins. Lagið sem við heyrum hér var lagið Son of a Preacher Man og eitt af hennar þekktustu lögum. Hún var skírð Mary Isabel Catherine Bernadette O'Brien en var þekktar undir öðru nafni sem tengist einmitt borginni sem við spyrjum Snúum okkur aftur á borginni. Líkt og í öðrum borgum eru þó nokkur íþróttalið starfrækt þar. Þar ber helst að nefna fyrstu deildar hafnaboltaliðið sem kallar sig Ísotópana, ameríska fótboltaliðið Atómin, körfuboltalið og íshokkilið. Þessi lið hafa þó ekki náð sérstökum árangri á landsvísu. Þrátt fyrir að svæðið sem tilheyrir borginni sé nokkuð stórt að flatarmáli eru borgarbúar aðeins taldir vera 60.000, jafnvel færri. En af því að svæðið stórt þar að finna fjölmörg landfræðileg fyrirbæri. Fjallgarður rís til dæmis við útjaðar borgarinnar og þaðan tekur við eyðimörk sem samkvæmt einhverjum heimildum 3 sinnum stærri en Texas. Þetta fólk hér óbeint sennilega á meðal þekktustu íbúa borgarinnar. Þau heita Dan Castellaneta, Julie Kavner, Nancy Cartwright og Yeardley Smith. Og það Flensborg. Þetta Springfield, þetta ekki að tala fyrir Lísa. Þetta Springfield? Þetta Springfield. Það sannarlega Springfield og við vorum á leiðinni í alls konar. Já, þarna hún Helga Margrét að rekja okkur aðeins. Þetta náttúrulega ekki borg sem til í alvörinni, heldur borgin í... Simpsons. Já. Þetta fólk sem að tala fyrir Simpson gengið. Og já, við ættum eftir að fara hérna aðeins í kjarnorkuverið sem starfrækt í borginni og Charles Montgomery Burns og fleiri þekkta. Þarna sjáum við Springfield. Þetta kom hjá Flensborg og við förum í seinni vísbendingaspurninguna og hér spurt manneskju. Hún var skírð 5 nöfnum og 1 nafna hennar vísar í hina þekktu teiknimyndapersonu R.J. Tinna. Foreldrar manneskjunnar sem hafa starfað við bæði söng og leiklist voru á tímabili ekki allskostar sátt við þá átt sem að líf hennar stemdi í, en studdu það síðar meir. Hún greindist snemma með depurð og þunglindi sem hefur litað ævi hennar og starf. Sjálf hefur manneskjan lýst sér þannig að hún eigi við reiðistjórnunar vandamál að stríða, sé indæl en illa upplýst og hún sé spillt dekorófa. Þannig vitnar hún til dóma sumra samferðamanna sinna. En hver manneskjan? Það FSU. Ok, ef við ekki bara segja þetta sé hérna... En sem við spjallþáttin. Já, bara Mælis. Það ekki rétt. Og þá það Flensborg. Liza Minnelli. Ekki heldur. Við höldum áfram.
Manneskjan var fljótlega aðsóps mikill málsvari á sínu sviði. Langferðir hennar með faratækjunum Malizia 2 og La Vagabond vöktu mikla athygli á sínum tíma og lítil sjaldgæf bjöllutegund var nefnd í höfuðið á manneskjunni að tillögu náttúrugripasafnsins í Lundúnum. Svipað leyti var hún útnefnd persóna ársins í tímaritinu Time. Manneskjan hefur talað opinskátt að hún sé á einhverfurófinu, hún telur heilkennið til kosta og hafi hjálpað henni í störfum sínum að sjá hlutina frekar í svörtu og hvítu. Það séu engin grá svæði í því sem hún fáist við. Og það er FSU. Ekki að segja sig bara Greta Thunberg. Þið ætla að segja það? Já. Það er rétt svar. Greta Thunberg, Jóhann. Já, herði, já, hún greinist snemma með depurð bara. Hún fór í smá þunglyndi bara sem ung stúlka yfir loftslagsvandanum og já, þarna hvernig hún að lýsa sér, sko. Hún sé, já, yfir stjórnarvandamál að stríða sig indalinn illa upplýst og sé spilt deguróa. Þetta eru þessi bíó á Twitternum hennar sem hún breytti og var þá að vitna í dóma frá Donald Trump og Vladimir Putin og sjáum þetta þarna. Og Bolsonaro. Ég heldur sér allavega mjög óvægt að segja að hún er með mjög góðan húmor. Já, meinfyndin. Alveg, gríðarlega. En það er komið að þríþrautinni. Hvernig standa stigin núna fyrir loka spurninguna? Það er 14-21 FSU í vil. Yes, og nú er það þríþrautin og sem fyrr gefur hún 3 stig. Við sjáum 3 myndir og síðan verður spurningin borin upp. Hér sáum við 3 kaupstaði á Íslandi. Hvaða kaupstaðir voru þetta og það er Flensborg? Þetta er Egilsstaðir, hann að segna, svo Húsavík og svo Dalvík hana. Fyrsta, Dalvík. Fjölmennastur. Fjölmennastur að byggla Egilsstaðir, Fagmennastur Dalvík. Stærsta flatarmáli. Skilur, Húsavík er ekki í nýju saminu dæmi. Þetta er ekki að koma. Hvaða kaupstaðir voru þetta og hver er þeirra fjölmennastur er spurningin. Tekur það með? Já, við sem að segja, fyrst hafi þetta verið bara, segjum bara Dalvík, svo var Borgarnes, segjum Húsavík og svo var bara Egilsstaðir seinast og Egilsstaðir fjölmennastur. Egilsstaðir eru vissulega fjölmennastur og það var síðasta myndin var sérst Egilsstaðir. Þetta var Húsavík, þarna númer 2, en fyrsta myndskeiðið var af Bolungavík. Þannig að ekki kom þessi spurning. Nei. En það breytir því ekki að þarna sjáum við þetta. Bolungavík, Húsavík við Skjálfanda. Tölur Hagstofunnar fólksfjölda í þéttbýli frá því 2022. Akkúrat. En þá er úrslitin ráðin. Það er FSU sem kemst áfram í undanúrslit. Hefur sigur í kvöld með 21 stigi gegn 14. Það þýðir að FSU er komið í pottin okkar góða og við ætlum að fá að draga í undanúrslitin. Undanúrslitin verða 3. og 10. mars og Helga Margrét Höskuldsdóttir ætlar að skunda hér til okkar. Spurningahöfundur og dómari sem stendur vaktinn inn í myndstjórn. Það er Helgi ekki smá kla. Já, þannig að við drögum bara. Já, þetta er með svona flottum kúlum og meistaradeilda bragur á þessu. Þannig að hér er sem sé... Þetta er viðureignin 3. mars. Já, þetta er fyrri keppnin. Þetta er fyrri keppnin. Og það var eins og við varum að búast, sko. Herði, ég náðu þessu. Já, ég þarf... Við æfðum okkur áðan, sko. Þið þurfum að æfa þetta, sko. Já. Þarna erum við. Þarna kemur þetta, heyrðu. Það var allavega Menntaskólinn í Reykjavík sem kom fyrstur upp úr. Já, og Menntaskólinn í Reykjavík mun koma til með að mæta næstu helgi Fjölbraut í Garðabæ. MRFG og... Sjálfur sér vitum við... Verkmenntaskóli Austurlands og
FSU. FSU. Og FSU 10. mars. Já, þá liggur þetta ljóst fyrir. Undanúrslitin hefjast strax í næstu viku. 3. mars mætast Menntaskólinn í Reykjavík og Fjölbrautaskólinn í Garðabæ í undanúrslitum hjá okkur og svo 10. mars. 10. mars mætast Verkmenntaskólinn Austurlands og Fjölbrautaskóli Suðurlands. Það var svo spennt að sjá hvaða lið munu vinna sér farseðilinn í Hljómahöllina í Reykjanesbæ þar sem við ætlum að vera í úrslitunum í ár. Gríðarleg stemning en FSU til hamingju með að vera komin í undanúrslit og takk kærlega fyrir þátttökuna Flensborg. Takk fyrir góða stemning. Hérna sjáum við sko ótrúlega mörg litbrigði í fjallinu sko. Og þetta náttúrulega allt í bara svona skífum, það bara eins og sé búið að höggva þetta til nánast. Já, ég á hús þar sem drápuhlíðagrjót utan á og ég held að þessi eina húsi í Hólminu sem með grjóti af drápuhlíðinni. Landinn, sunnudag, á RÚV. Mér bara vantaði vinnu og ég ákvað bara að gera þetta svona. Stofna bara minni í dansskóla, aðtöfust að það var einhver áhugi. Niður og upp! Hvernig sem hver og einn vill túlka þetta. Það getur verið drungi í þessu, hver að bíða eftir henni. En það getur líka verið hlýleiki. Landinn, sunnudag klukkan 19:45 á RÚV. Söngvakeppnin 2023. Náðu í RÚV stjörnur appið og veldu þína uppáhaldsflytjendur í söngvakeppninni í ár. Þú getur líka valið uppáhalds íslenska Eurovision-lagið og besta lag Liverpool. RÚV stjörnur, allt söngvakeppnina. It's a passion, it's a duty to give you fashion kits, sport, home and beauty. Fast delivery to your door. Boosts the Nordic department store. It's happy shopping night and day. MS Dala Ostar. Gott handbragð úr dölunum. Draumaþjófurinn. Glænýr, æsispennandi fjölskyldusöngleikur byggður á einstakri bók Gunnars Helgasonar að fæðast í Þjóðleikhúsinu. Frumsýning 5. mars. Þjóðleikhúsið. Krún Djást Kópavogs komin í sölu við Silfursmára. Viltu stórbrotið útsýni og vandaðan frágang? Fjölbreyttar íbúðir á 14 hæðum. Opið hús á laugardaginn. Miklaborg með þér alla leið.